Á 25 árum náðu Svíar miklum árangri í efnahagsmálum með frjálsari stjórn efnahagsmála. Þetta kom fram í orðum Níels Karlsson, forstöðumanns Ratio-stofnunarinnar í Stokkhólmi. Hann hélt erindi í hádeginu í dag á vegum rannsóknarseturs nýsköpun og hagvöxt. Hann segir Íslendingar geta lært mikið af þessu ferli Svía sem hann segir að stjórnmálamenn á Íslandi þegar hafi gert. Karlsson segir að Svíþjóð sé ennþá velferðarsamfélag en mikið breytt frá því sem var. Well, the most important thing is that Sweden for over 25 years by social democratic governments as well as center-right governments have moved in a more liberal direction. So it's a process of sustained liberalization that has been going on since the mid-1980s actually in Sweden. Successive pragmatic reforms that had increased the role for private businesses, for individual choice and so on in almost all areas in the Swedish society. But in the long run, when you do these reforms that has, well, increased productivity, has produced fantastic increases in real wages and so on, people like it, people approve of it. So today, after this long period, reforms that were conflict-ridden, controversial at the time when they were introduced, in fact are accepted by all the major parties and a large majority of the electorate. Karlsson segir margt með að gera betur í Svíþjóð. Hann segir atvinnuleysi enn vera hátt, sérstaklega hjá ungu fólki og innflytjendum. Einnig þurfa að bæta umhverfi fyrir frumkvöðla og lítil fyrirtæki. Það sé því mikilvægt að halda áfram að betrumbæta kerfið. And my very strong opinion here is this is caused by the lack of reforms in a more liberal direction in these areas. We still have too high taxes. We still have severe regulations on labor markets. The housing market is very regulated. There are still severe restrictions on service companies in the welfare sector and so on. So we should learn from what we have done in the other areas and try to reform, well, these sectors as well. Hannes Hólmsteinn Gissurarson fagnaði í gær 60 ára afmæli sínu með fyrirlestri í hátíðasal Háskóla Íslands þar sem var margt manninn. Ég þeirra skoðunar að brýnasta verkefnið framöndan að lækka skatta til þess að auka verðmætasköpunina í þjóðfélaginu og skattar eru aðalega skattar á þá sem vilja bæta kjör sín. Ég þeirra skoðunar að það sé margvísleg rök sem hnígi að því að halda krónunni og það sé líka rök fyrir því að kasta krónunni en það ekki til nein auðveld lausn í þessu. Því að eins og ég bent á í mínu fyrirlestri, þá ef við ætlum að taka upp einhvern annan gjaldmiðil, þá verðum við að fara að hegða okkur vel, en ef við höfum hæfileikann til að hegða okkur vel, hversna þurfum við þá að taka upp annan gjaldmiðil? Okkar vandi Íslendinga, eins og margt gott þjóðina, okkur skortir sjálfsaga og við þurfum að taka okkur tak í þessu, öll, hvert og eitt. Nú ég orðinn 60 og ég sé það til dæmis að ég verða að draga úr vínneyslu minni og matarneyslu minni til þess að ég fá ekki björgunarbelti miðjuna og þjóðin verður öll að gera þetta, bæði við sem einstaklingar og þjóðin verður að gera þetta, að vera með mér í sjálfsaga, eyða ekki efni fram og þá mun hitt koma sjálfu sér. Ég umfram allt þegar ég hugsa málið, horfum öxl og skoða mig þá ég umfram að þakklátur fyrir það að ég við góða heilsu. Ég held að það sé að dýrmætasta í lífinu það að búa við góða heilsu og mönnum verður að meira virði eftir sem eru eldri og eftir að sjá fleiri í kringu sig sem verða kannski fyrir stórkostlegum heilsubresti. Þannig að ég er mjög þakklátur fyrir það. En síðan held ég að atriði númer 2 sem mjög mikilvægt það að eiga góða fjölskyldu og góða vini og síðan að þriðja að vera efnalega sjálfstæður. En peningarnir eru aukaatriði vegna þess að aðalatriði að vera við góða heilsu og peningarnir geta ekki keypt góða heilsu og peningarnir geta ekki heldur keypt góða vini eða góða fjölskyldu. Philip Booth flutti í hádeginu erindi raunverulegar orsakir fjármálakreppunnar og fundi viðskiptafræðideildar Háskóla Íslands og rannsóknarseturs nýsköpun og hagvöxt. Booth segir að leggja í minni áherslu á að auka regluverk í kringum bankana, heldur að leggja áherslu á að bankar geti orðið gjaldþrota án víðtækra áhrifa. And as it happens in the UK and the EU, we are in a sense doing both. We are actually taking steps to make sure that banks can fail safely, but we are also restricting them with more regulation. And this is actually something which is prolonging in the UK the financial
crisis because it's stopping banks from lending money, the increased controls that exist on the banking system. Booth sagðist jafnframt á fundinum ekki vera hlynntur innistæðutryggingum. Well, I would prefer deposit insurance not to exist in general. Perhaps it would be appropriate for central banks to provide liquidity insurance to depositors rather than deposit insurance. But where you do have deposit insurance, it's absolutely essential that it should be risk-based, so that those banks which have a riskier balance sheet should be paying more for deposit insurance. Otherwise, there's no incentive for banks to do anything other than make riskier loans and take deposits which are then themselves insured, and you're creating moral hazard within the system. Draga má úr hlutverki Evrópska seðlabankans að mati Booth sem segir að bankin eigi að sinna sínu upphaflega hlutverki að stýra peningamálastefnu og halda verðbólgu niðri. Instead, it's become, in effect, a lender of last resort to governments with the objective not just of keeping the euro together, but with the objective of actually underwriting government debt instead of doing what we should do, which is to have an orderly default on that government debt.